Kannski ekki skrítin þátt en öðruvísi þátt síðasta föstudag þar sem við Steindi vorum staddir í Sitges en ég frétti að Rikki G og JGG hefði leist okkur af Holmi Like Champs. Rikki G og JGG JGG, já, það er ekki rétt, voru þeir ekki að kosta minna? Tveir agents, tveir umbósmenn. Já, það eru tveir umbósmenn. Það er rosalega. Rikki er komin sterkur inn í umbósmannarleikin. Já, ég meina það slegist um Rikki G, sko. Er það málinn? Já, það er bara okkurlega staðan, sko. Já, það er gott að heyra. Það hann lænar upp giggum. Já. Það er það sem hann gerir. Þú veist, þannig að Rikki G sér þig, það farið bara mikið að gegga og mikið að kæsa koma inn, sko. Já, líka, sko, ef ég þekki minn mann rétt og hann er umbósmaðurinn, þá er alveg góða líkur þegar hann að henda lögum hérna inn á FM og þau farið A+-spilum, sko. Já, ef við kannski fullum það ekki, það getur hjálpað. Já, ég hugsa það. Ef hún er umbaðið, sko. Já, minnst það líklegt. En hvernig eru þið, drengir? Eru þið ekki góðir? Heyrðu, jú, þú veist, ég er ennþá aðeins að koma tilbaka eftir Sitges. Ég kom feskur heim. Já. En svo bara, náttúrulega, Sigrún slappaðist eitthvað upp á leiðinni heim og hún geti hafa náð mér síðan þetta. Já, svona ferður eru ekkert fyrir alla, sko. Ég er nefnilega, jú, ég er góður, mjög góður. Sjáttastu grenjandi hérna? Hvað heldur þú sett með? Ég myndi haldi ég væri með COVID. Það er bara góður fyrir utan bara eitthvað smá COVID, sko. Eða að tjekka á því? Nei, ég er ekkert með COVID. Ég kann að sakna þess að var pinnan. Það var nú gaman að græja pinna hérna. Bara stríða þér. Ég er í stuði. Maður er bara ennþá að koma tilbaka. Já. Þú ert náttúrulega líka með iðnaðamenn heima hér. Já. Ég var að segja við Egil áðan hérna, við vorum að borða fyrir þátt að ég held að þú veist ég elska á þetta lífinu. Eins er Gunn og Halli, þetta er sko félagi minn. Ok, en svona áður sem ég segi það sem ég ætla að segja. Já. Þú veist ég elska hans og bróðir. Af hverju ertu það? Þú ert bara eina af mínum uppáhaldsmanneskjum í heiminu. Það elskar þér svona skrítin bróður. Það segir enginn. Það segir enginn svona nema og veistu hvað? Síðasti maðurinn, ef ég væri í iðnaðarbransanum, þá ert þú síðasta verkefni sem ég hefndi vilja fá. Það er staðfest. Ég er svona þægilegu, sko. Þeir eru bara búin að vera hérna. Þú veist í bílnum á hann og bara fokk að byrja að rigna. Það verið að heyri í smunum. Það er eins og að vera alltaf rignin í húsi. Þess að hann ekki passu upp á það. Það slapp reyndar, það er ekkert að rigna inn í þetta hús. Auðvitað, ég sagði þér það. Ég spurði þig, heldur þetta sé fyrsta húsið? Það er reyndar, sko. Líklega ekki fyrsta. Það er búið að vera stemning hjá okkur samt. En í staðan fyrir hans að svara fyrir, hvað myndir þú segja? Myndir þú værir iðnaðarmaður? Myndir þú vilja taka þér húsið hans Steinda? Já, þú veist, ég þarf að vera klár í mikið símtölum, sko. Já, mikið að paniki. Mikið spurningum og svona. Endalösa spurningar. Maður þarf að vera mjög þolinmóður. Mjög. Þannig að ég verð mjög þolinmóð og smiður og myndi skoða. Mjög þolinmóður. Ég held með á tánum, mennur. Er það þannig að? Nei, þú ert nájíðast maður sem ég kynst og ég held að þú sért að hringja oftar í það heldur en mennilegi maður. Þeir eru ekkert að ráinn í bílskur hjá þér eitthvað. Jú, þeir eru bara með lykil. Þeir eru bara heima. Rosalegt, vitaði hvað er í bílskur? Já, þetta hleypaði menn í bílskur. Frímerkjasafnið? Nei, en þetta er náttúrulega félagi sem er mjög þægilegt. Já, ok. Þannig að hann þekkið þig? Já. Við vorum saman. Hann vissi hvað hann var að fara út. Við vorum saman bara í kasino í Sviss. Hvað er tjóðulegt að breyta hana í The Mansion? Hvað er að gera það? Nei, það bara var verið að gera við eitt glugga og það er verið að fara að klæða hérna. Allt helvitis húsið? Nei, það er verið að klæða stromp að utan. Ertu með aðeim? Nei, ég er ekki með hann. Hvað er það að gera með stromp? Já, bara klæða hann. Já, þannig að máætti farið þangað en ekki að svala þetta. Já, sko, ég vil ekki tala illa um hana á minni vagn. Nei, það er konceptið með strómpin. En það var að, þú veist, þegar ég hitti mávinn fyrir utan það gaman í jólasveitning getur farið með strómpin, sko. Það munaði litlu að ég hefði turned on them. Já, en sko, þetta er samt góð punktur öll. Ákveður maður með strómp en maður ekki með arinn? Það er gert ráð fyrir honum. Já, ok. Það er sexy lúkar með strómp, sko. Það heldur fólk, ok, stendið með arinn. Sért ekki með það. Við getum orðað þannig að þið eru svo vilsir. Það var ekki búið að gera arinn. Já, ég skil. En búið að gera strómp. Kemst jólasveitning niður strómpin? Eða það stór? Niður strómpin? Nei. Ert þú típan Steindi sem ert í keppni við nágranna en að hvor hefur það betra? Ég finnst þér að líklegt. Ég með hann er að setja stromp á húsið bara þegar niðurlega nágrann sem, sko. Nei, það var stromp. Ég er að klæða stromp, sko. Haldið það sé jafn algengt á Íslandi og það er í Bandaríkjunum þar sem er endalur samkeppni á milli nágranna? Já, þetta er svo þekkt í Bandaríkjunum. Það er ástæður að fólk kaupir sér Range Rover. Það er ekki út að elska bíli. Það er mjög létt að finna út hvaða típur það eru. Það eru típur það sem koma með tertu eftir tertu eftir tertu á gamlás.
Já, það getur líka verið áhuga bara, fólk getur verið áhuga Ég elska menn sem koma með tert eftir tert það er entertainment Þú ert örlítill þar sko Ég held reyndar að það sé góða punktur Ég held að það sé svona nett tippakeppni á milli Þú ert alltaf smá lítill líður og kemur með sko, þú ert að koma með tertunum með 20 þá ertu lítill líður sko það er bara staðfest Eða drekkur ekki og eyður sem drekkur í tertur Ég þekki bara 2 þannig sem að bara spara allt árið sem þau myndu eyði áfengi og eyða því í raketur Það er, við dæmum það ekki Við dæmum alltaf bara engar en það er þetta En við erum með skoðanir Já, alltaf með skoðanir Nú er ég verktakatrúður hérna á sín eins og allir vita Fengu þið memo að það væri rock þema og allir mökkaður í dag Já, reynda fengu Ég fæ engin í mig Þetta er eiginlega stærsta partí ársins Það er allir klætti bara hérna Ég veit ekki hvað Það er að gera þetta Það er mismöndið þema Hérna er metal, heavy metal þema á annari hæðinni Hérna á 4. er þjóðatíða þema Ég er búin að segja fullt af fólki í Reksta 4. hæðin alltaf er að myth Það er ekki farið þáka Hvað betur, er þjóðatíða þema á 4. Já, talan er ekki að hæðin sem við erum á er með rock þema Já Það er heilig mikið skemmtilega þema á 4. hæðinni sko Nei, saman Rikki G alltaf hefði vatn að láta mig vita en hann gleymir helviti ofta upp þetta verktakar Ok, hefur þú komið hérna með bandana og hefur þú verið Ég bara, horfðu hérna út Ég er eini trúðurinn sem er ekki rockalæg Nei, við náttúrulega erum aldrei í húsi á höstum Fólk er með ennisbönd og einhverju svörtum Það er gýr í gangi Og þú að setja svarta ruslaboka fyrir alla glugga Hvað er bara að gera Það er að fara að byrja luftgítarkeppni í þetta Ert þú ekki world champ? Nei, ég er 50 besti í heim í luftgítar Akkur pakkar ekki saman? Ég er það ekki lengur, ég var það náttúrulega bara í fyrra Þú getur unnið þessa hæð á sín alltaf vinna þessa hæð Veitu hver á að geta unnið heimsmeistar? Erfitt að vinna Íslandsmeistari Þú veist, á þessari hæði verður erfitt að vinna Þú ert að vera að vinna, hvernig er þessi keppni? Hún er bara núna heldur Þú er bara skráðið Við hendum þið bara fram með nætti Þú missar einu lið Við erum að fara að skráðið Þú var takist að dollu Herðu, það er líka, sko, það er 50 mæs sem er Cinco de Mayo Vitið hvað það er? Já, það er frídag verslunum Hæ? Nei, hvað sagður þú? Cinco de Mayo, það er frídagur verslunum Þetta er geggja svar hjá honum, Þú sagði það líka með svo Þú var svo ákveð Já, bara Og það er svo Já, það er frídagur verslunum Nei, ég meinti það er hérna dagur hérna döðu Já, það er rétt Ég rugglaðist nefnilega algjörlega Þegar við vorum úti núna í Sitges Þá var sem sagt frídagur verslunum Hæ? Nei, það er ekki verslunum að helgin Nei, það var, jú Bittu Hvað er þetta ruggla maður? Hvað er Það var 1. maí Já, og það var Verkalýðsdagur. Það er bara verkalýðsdagur Hvað er vitlis Sko, ég? ég Þú ert að skamma mig það, þú veist að skipta. held ég á grænum túborg Ég myndi smell passin í þjóðatíða þegar maður á 4. hæðinni Já. Og þú heldur á grænum túborg Það er svolítið þjóðatíð sko Það er ekkert meira þjóðatíð heldur en Þú veist, grænt nú er ég passa ekki inn í rock þema hérna Allir í leðurjökum og Þá þurftur að vera með viski En hvernig kemst ég á 4. hæðina? Hvaða gæi hefur Ég get lánaði Það er ekki allir með aðganga sko. Það er náttúrulega ekki Tölustafur Hann er galla vest með Guns N' Roses aftur Sáðu þetta? Tölustafur 4 er ekki í liftunni. Þú þarf að taka stigan upp á 4. Ég þarf að spyrja Rikka G. Ég veist ekki að fengi mailið með rock þema Richard í dag Láta alveg að segja það Ég hef bara glemtur upp til þetta Djöfull finnst mér gaman að sitja en maður missir út eitt þátt þá hlakkar manni til að mæta þetta fyrsti Hvernig verður þetta að við hættum þessu bulli og hvernig verður það föstudagarinn hjá manni þá? Við hættum aldrei Nefnum einhver okkur drepist Verður ekki bara tveir áfram og nýjan trúðinn En heldur við endum einhvern mann á bylginni? Ég held þessi með ofalega á gendastu að liða Við verðum ekkert uppgreitaðir sko. Málega er líka það, þeir party of heart sko. Við elskum okkur raukt og bjór og svona Við gætum ekki maintaina partylestina sem er hinum Nei, bylgjulestin, við eigum ekki róði hann Ég var til að vera á FM Þetta er 20 ár, cirka, 25 ár Ég er ennþá einn Það var ég með þetta skammar Við erum með túborkælinn, hvað eru þeir með hinum megin? Það er eitthvað sem má ekki sína Nei En svo veistu, þú mátt ekki segja Við vorum að fylla Það er alltaf einhverja núti sem fattar ekki út að grína Við vorum að fylla kælindaginn Við vorum að fylla Hann tómur Það eru 2 túborg eftir Og nú spyr ég bara Þráinn og Rikka G og Tómas Stendursson Hafa þessi menninga sómakendið En það sem er skrýtnast í þessu Við vorum að fylla En það sem er skrýtnast í þessu er að Jagerflaskan Hún er Það er ekki skrítið Það er bara Rikki G Fæssi Jager, hann skal Jager Ég hef aldrei tekið sopa þessari flösku sko En varst að læra nýtt orðið? Sómakend Já, af því að Steindi hann stál stóliðunum á hérna
áðan Sem var mjög Kúli, skrítið. þá spurður hann líka, ertu ekki með neina sómakennd? Þetta er nýja uppáðsorðið mitt Þetta er Ég nú- segir það sko Nú segir hann bara takk og sómakend og svo eftir 2 mánuð hann fann að segja eitthvað annað, þú veist, þetta er bara En ég var með kóngin á takk en það sést að fyrsta Jókan að gera hann á takk Hann á takk Takk. Hvar voru við aftur hérna Steindi þar sem að Egill hann heyrði svo góða sögu var komin í glas Já, við og sagði þakka þér fyrir Ok, við alltaf getum ekki sagt söguna. Nei. En máli er að sagan var það góð Já. að Egill var svo ánægð með söguna að ég satt í hliðina á Egill. Hann var ekki að grínast Ekki neitt, hann fekk svo góða sögu Já. sem hann hafði greinilega aldrei heyrt áður. Nei. Að hann horfði einhvern bara mann í fjármálageirunum hann horfði bara á hann rétti bara út spaðan og sagði bara takk fyrir söguna, takk fyrir að deila þessari sögu með mér. Okkar maður var líka bara svona á ég takk ég hendur á honum með það bara svona já það var góð Sko þegar ég fæ sögur af Íslandingum í fjármálagerunum og síðasta hruni færði ekki betur sög þá þakka ég fyrir mig Djöfull, Hörðu og líka hérna skemmtileg tenging Ég er með King of Taking a Hit í dag í spurningakeppninni í Gilsarans Er það málið? Já Já, af því að það var vel rauður dagur í Kauphöllinni Það var þriðji besti dagurinn frá hruni Já. Þá var ég að hugsa sem út ég ætla að vinna með þema Þannig ég er með King of Taking a Hit sem þið gerðu í gær og allir sem eru í Já, bréfunum. ég held að ég vorki nú okkur ekki mikið. Ég var að lesa frétt þarna, það var einhver sem var að tapa 7,5 miljörðum þarna sem stærstu hluta á Það maður. er helviti hart Las það í viðskiptablaðinu í En dag. samt ef þú getur tapað því þá eru örugglega nóg til ennþá Já, menn fyrir bara, þetta er bara, er þetta ekki svo Egill segir, er þetta ekki alltaf bara sígarettan og pönnukakan Já, og ég meina slaka á? Átni er vantar núna bara með Red Wine og eina sík og þessu spík sko Svo að því að þema hérna í gangi drengir þá verði ég að minna og það er rosalega þema í Keiluhöllinni sem er að proud sponsor hér á í F95 Blö Já. það er alltaf trillast þar, það er 80s í Keiluhöllinni og það er nýja 80s pizzan hjá Seiko Pizza og svo er bara það sem er framundan núna er Eurovision og Hi Pub Quiz næsta 50 dag og það er Herbert Guðmundsson konungur 80sins Það er verður rosalegt. tónleikar næsta lögadag Það er rosa. Big Herb 20. mæ, já, getur að fá hann eitthvað spjall fyrir það og Joey er sko, hann er að trýta þjóðina helvíti vel þessa dagana. já, við þurfum eiginlega að fá að smakka þessa 80s pizza Can't Walk Away heitir Láttu hún þau fengið Big Herb Já, Ha, er alltaf heitir með góða pizzan sögu. Can't Walk Away. Já, Það það er er rosalegt. getur vantilega ekki lappa frá henni þegar þú byrjar að borða hana. þetta er 80s Já, já. og það er nautadag, paprika, sveppir og cocktailsósa Herru, það þetta er er rosalegt, þig. sko. Byrju sveita aftur. það er nautadag, paprika, sveppir og cocktailsósa Já, veistu hvað, ég myndi panta með Can't Walk Away mínu sveppi mínu sveppi plus röðlug. Já, Það væri mín útgáfa af Can't Walk Away. ég fann að þekkja þið of vel, ég veit hvernig pizzur hérna Herru, strákar, ég er með barnaafmæli á morgun og hérna við ákvaðum sko, þetta er rosalegt. Ég er náttúrulega sko, stelpunar, 2, Já. ég báðar ammæli í mæ Já, og það var búið að ákveða að væri fjölskyldu ammæli núna, sérst, að því að það er náttúrulega veist hvað netti, það er bekkjapartí, fjölskyldu ammæli, þetta er endalust. þekkja það ekki, ég er ekki komið með þann aldur Nei, en það var búið að ákveða að það væri fjölskyldu ammæli, við erum allir með í mæ, strákar, þið voru áttu ykkur á því, við eigum allir krakka í mæ Já, og það var búið að ákveða að vera með 21. mæ, sunnudagurinn 21. mæ, það væri fjölskyldu ammæli sameiginlegt og hjá Mattildur og Ronju já, og þegar mín eldri Ronja, við vorum að fara í skólan í morgun og hún spurði, hvernig verður þetta? Það er svo ammæli á morgun og svo er ammæli á mér nei, það verður bara sameigilegt ammæli fjölskyldu ammæli ég hef aldrei séð svona hún er meira ammælisbarn en þú blöð, það er 100% í framtíðinu mun hún vera með ammælismánuð, ekki ammælisviku En byrju, hvað gerist? það sturlaðist allt það umturnaðist allt heima bara það er ekki fræðilegu möguleiki að hún ætla að deila þessum degi Ég skil hann á það, maður já, þú veist, þetta er bara krakkar eiga hún er báðar líka- ammæli í mæ Hún er eldri og já, það bara, já, og sagði líka bara hinn væri leiðinleg og hún ætlaði ekki að deila deginum, hún er bara hinn er að vera að þryggja, sko Vel erfið. lætur dótinn ekki vera, sko og hérna, ég skil þetta líka, þannig að það var tekinn skyndi ákvörðin, það er bara fjölskyldu ammæli á morgun og setni í mæ, þannig að ég er að fara núna í alvöru ála eftir þátt Það reyndar að samférs í kvöld Já, Við erum já. nú að klára Já, það var í höllina já, ég verður fyrir höllina, ég er meira bara svona að tala um að ég er að fara bara í ykkur að búð sem er opinn og kaupa tertur og Ég meina, það er- á grillið Það er og... alltaf opið klokkan 6 sko Nei, er það?
Alla búðir, herðu, annars erum við með, rosalega þátt í dag. Ég ætla að henda ykkur í mynduru fyrir cash og það er svolítið saga á bakviða. Tengist dálitlu sem að hefur verið í gangi hjá okkur undanfarnar vikur. Ég ætla ekki að segja mikið, ég ætla að segja ykkur þetta betur eftir. Líklegast, er það ég og við sko? Það er svona, það ekki að segja neitt. Spurningkefni Gilsarans og það er King of Taking a Hit. Þema sé með. Og bara hvað þá? Og næst verður King of Eurovision. Það má ekki glema því það er 8 dagar í fucking Eurovision. Já, það er rosalegt. Og 8 dagar í ammali mitt í leiðinni sko, sem alltaf er rosalegt sko. Sama dag stýttist í ammali mitt líka. Já. Stýtti það í júli? Já, það er hálfur mæ. Stýttist í ammali mitt. Það er í júli sko. Já, þú ert í des, það er mjög langt í þitt. Það er stutt í mitt sko. Það er 5. mæ blöð sko, þú ert ammali í júli. Já, 8. Hvað er þetta? 2 mánuðir? Stýtti ekki ammalið þitt sko. Mæ, júni, júli, þetta eru 2 mánuðir. Stýttist í ammali. Hvað, 10 núna? Það ertu og setna að panta eitt langferðarbíl og keilubröð. Hvað er málið? Já, ég veit þetta leigjar alltaf heilt hótel undir þetta sko. Það er stutt í að Hörðu, minnum á það. Shit, hvað minnum ég á brettunum bara í cardio. Bara fyrir sömarið, bara í gæs. Við vitum alveg hvað maður gerur á bretti. Og bara símtal. Hótel Ranga og hringdi við. Bara, blessaðu. Bara, hæ. Hörru, þú ætti ekki ammæli næstu viku? Jú, hörru, við höfum bara bjóða þér í The Penguin Suite. Nei. Hótel Ranga og hringdi og við bara, þú veit út ammali, við erum að gefa það bara 1-2 nætur. Þetta kann ég að meta. Og ég enda að þú talar um þessa svíti ykkur meinast að það besta síndal sem fengi aðeins minni. Hún sagði, viltu kannski Afrikasvítur og núna, það eru ljón þar og ég bara, ég elska þetta Penguin Suite. Ég er ekki að vera til að vera þar aftur sko. Ég ætla að hugsa það sko. Akkur fæ ég aldrei símtal í desember og fæ bóð á hótel? Ég meina Hótel Ranga og stimplaða sem er besta hótel landsins hann bara með einu símtal. Þú gæti fengið svipa símtal nema þá er bara pulsuskálinn hérna í Laugardalum að ringi þig því að þú talar endalist um pulsu. Hann talar endalist um þetta. Pulsuskálinn Laugardalum er ekki gefa mér eina pulsu. I'm a paying customer það sko. Þú lýsir að vakna, opnar augun, fyrst þú sér þið mörgæs, sem bara tegir úr þér, opnar svalið og lappar út, heyrir ekki neitt og bara eitthvað svona falluðu lækur hann eitthvað á eða eitthvað sétt og heyrir því sem lappar inn, sér mörgæs, það er með þess að háhyrningur hann í baðinu. Ég ætla einhvern tíman að fara og leigja mér mörgæsaherbyggja hana bara til að vera að taka vídeo og senda á See what's the fuss about. Ég meina að þú tala vel um það og kannski hringja á því og bjóða það sko. Ég hef alltaf talað vel um hótelið. Talandi um að varst í ræktinni á hlaupabretti. Manstu ég sagði við þig þegar ég kom upp eftir ræktinni morgun bara myndum á að segja söguna hérna um klefanum. Já, 2 gæi í klefa. Þetta er með því fyndana sem ég séð. Ég hef aldrei séð 2 menn jafn ánaða að hitta hvort annan í ræktinni. Þeir voru basically eins og ég myndi bara leika í skets eða falinni myndaðil og svona gaur sem kom lappandi inn og hinn gaurinn, hann bara tjúllaðist. Nei, er þú hér? Þeir bara þegiðu. Ertu hérna? Ég ætla ekki að segja nöfnið hann, Hörru, þeir föðmuðust og grenjuðu hlátri. Voru það 2 vinnufélagar? Ég veit það ekki. Það er svona gamlega vinnufélagar. Ég satt hann, ég sprakk úr hlátri. Svo endaði þetta eitthvað svona, hvað að gera? Já, bara taka á því. Þetta var eins og falið myndaðil. Þetta bara taka á því. Meistrar voru þetta? Ég þarf eiginlega bara að komast það. Þetta, svona ámar að heilsa liðin. Ég hef bara aldrei séð 2 náunga jafn ánað að hitta hvern annan. Já, þetta er bara ever. Ekki heisti ykkur tíma líklega sko. Ég vona bara annað að búa í útlöndum eða eitthvað. Það er kostnaði sporthúsið, það er mikið svona léttu hressu fólki sko. Já, líka svona bara allir svona, kannski voru þeir engaþjálfarar því allir engaþjálfarar eru high on life sko. Ekki eðlilega hressi, líka þegar það er bjórkult engaþjálfarar eða ástöldin eitthvað, það verður bara, það fyrir alltaf liðina. Það er að rugglaður. Þetta er fólk sem talar hátt sko. Þetta eru pepparar. Það er spurningkeppnin. Sturlar, við ætlum að fara í How do you do fellow kids og svo ætlum við líka í A Blast from the Past. Þannig að það er nógum að vera hérna hjá okkur. Riki G er að henda þeim undir rútuna. Ég sendur Richie gamli, Gilsi fikk ekki memóðu með rock þemað hérna á Monkey-hæðinni og senda hann okkur Monkey-hæðina, því þetta er ekki fjórðahæðin. Út af ég er ekki með okkur fjórðahæðin að þjóðtíða þemað þar sko. Ég myndi smellpassa þar inn núna með túbókin sko. Hörðu, hann sagði, já, Blöð þarf stundum að brífa Gilsa, þið talið saman daglega. Blöð fekk pottið þetta memó. Ég og Plóter persónulega gleymdum þessi morgun. Eitthvað svona, hann afsaka sig eitthvað. Hann er beinsill að segja að þú ættir að gera það. Sendu þú það tilbaka, erst þú ekki yfirmaðurinn minn?
Ég er ekki að pakka Rikka Þössari Hann er höfum hann ekki að gera Rikka reyðan Já, þetta er skrítið Það er komin á 7. jager En sko, ég er að spája að Er það jager nummer 6 sem hann að taka? Ég ætla ekki að eyðileggja föstudag fyrir King Richie sko. Nei, en ég ætla að fara í Hyundai Coupe lag dagsins, drengir. Og þetta er bara sturla lag. Eitthvað sem við og hlustendur þekkjum Ég held það, já. Er þetta lag nummer 11 á fyrstu búsplötunni bara? Nei, þetta er ekki Bush. Kannastu við hljómsveit sem heitir The Smashing Pumpkins? Já Þú þekkir hana? Ertu að fara í The Song eða er þetta ykkur svona leinihittari? Þetta er sko af öllum Smashing Pumpkins lögunum reyndar einna The World is a Vamp. Það var rosalegt í kúpnum. En ég held að þetta lag hafi oftast verið spilað frá þessari hljómsveit í rauðum Hyundai Coupe 97 Motel keyrður 113. Eitthvað sérstætt moment sem við lýsa með þessu? Nei, bara hækka og þetta gýri. Sturla lag. Þetta er Hyundai Coupe lag dagsins Ava Adore og ég við Egil sáttum með þetta en Steindi tuðaði allan tíma með þetta lag var á. Tuðaði heldur mikið sko. Ég var nú Egil var ekki skíjónu með þetta sko. Þú vorst ekki bara króksar til að fíla þetta lag. Nei, þetta er gott lag sko. Já, nákvæmlega, þetta er gott lag. Svo landakösur er búin að skrúa rauða tappan af hvítu flöskur núna heima á sig. Hann er komin í gýrin. Alltaf sem komin í Ebbalandan. Mesti Smashing Pumpkins aðdáandi sem ég þekki en drengir eru tilbúin í slúður. Já, bara braggandi fest. Já, sko, fyrsti móli minn er ekki braggandi feskur en við náttúrulega vorum ekki þetta síðasta föstudag og ég spurði Egil hvort það hefði verið farið yfir þetta og það var ekki farið yfir þetta en Ég held ekki sko. Þetta er nefnilega, þetta er stórt því að við erum búin að ræða þetta hérna bara í nokkur ár og það er okkar maður, Nicolas Cage. Hann var í viðtali á 60 Minutes og við höfum verið að bara við rættum, ég held að það sé svona 3 vikur síðan við vorum að ræða bara, hann tekur allt að sér alveg sama hvað það er Segir ekki nei við hlutverki. Nei, það má nefna hérna myndir eins og Bangkok Dangerous, Trapped in Paradise, Outcast, Arsenal og 211 Jiu-Jitsu hana líka. Engin af þessum myndum náði 10% á Rotten Tomatoes og svo eru myndir eins og Grand Isle, Deadfall og Left Behind sem fengur þann vafasama heiður að vera með 0% af mati gagnrýnenda. Þannig að þetta eru ekkert eðlilega lélega myndir. Þetta er bara þetta er galið hvað þetta er lélegt með hvað dóma. Ég hef ekki séð þessar myndir en með audiensið og gagnrýnendur þá er þetta bara ég hef alltaf séð svona lélegt sko. Það er versta sem maður heyrir sko. En herru, þetta á sér alltaf ástæðum og við vorum svona eiginlega búin að kalla þetta hérna drengir að he needs cash. Já. Og það var, hann fór mjög illa út úr fasteignamarkaðin. Hann tók sérstaklega fram í þessu viðtali að þetta var ekki að því að hann var að kaupa sér kolkrabba á $10. Getur hann ekki eigu líka á risaðalu? Jú, hann náttúrulega, þessna segir hann gaurinn er mesti horder og safnari held ég bara í Hollywood. Er hann verið en ég í þessu? Já, þú ert ekki að kaupa risaðalu á 20 miljónir sko. Nei, ég bara hendi ekki hlutum. Já, hann líka sko, hann á þvílíkt Elvis memorabilia og fleira. En þetta var út af fasteignamarkaðinum og hann tapaði 830 miljón. Þannig að eitthvað er kallinn búin að þéna maður. 830 milljónum dollara vantilega. Já. En þessi nýja myndi þetta Renfield, þar er hann að leika Dracula. Já. Og hann hefur alltaf, það verður draumur hans bara forever að leika Dracula og þráttur að vera ekki aðhluturki. Hann er held ég hérna. Er hann ekki Dracula? Jú, en myndin er meira samt Renfield sem er hann Nicolas hvað er náttur? Ég er ekki með það fram mig. Nei, það er ekki bara ekki nöpp sko. Nei, en hann er svona, ég myndi segja að hann væri örgulega, ég hef ekki séð hann sko. Ég held hann sé svona, supporting actor og en hann bara tók, hún er að fá góða dóma. Já, hann á nokkra myndir. Veistu hvað hún finnst besta myndi sín of all time, Egil? Það hlýtur að vera Con Air eða The Rock eða Face Off. Ég veit það. Þegar hann leika Rob í Pig. Já, hún er störluð myndin. Það finnst hún besta mynd sem hann hefur leikið. Já, ég verði miður að þú veist, hefur séð Þetta er hans mat. Já, ég var til að ræða þetta við hann sko. The Pig er geggjur. Þegar hann var Cameron Poe. Just a nobody hitching a ride home. The Rock. Þegar flugvélin lendi. Rock, Con Air og Face Off eru náttúrulega. Það er alveg myndir. Það er alveg myndir. Pig er náttúrulega geggjur mynd en hún er náttúrulega, þetta er ekki
það er ekki sama tempo í henni. Það er ótrúlega saman með Nicolas Cage að geta tekið failure eftir failure alltaf the shit. Við rættum út í daginn, það eru nokkru leikar sem komast þetta. Og svo Tom Cruise akkur döfu, tekur ekki failure, ef ekki klikkað einu sinni. Nei. Allt negl. Hann á ekki eina lélega mynd. Mummy er kannski það eina sem kennst næsti. Já, ég meina, Cage samt líka, þú veist, hann að leika í þessum blockbusters, hann líka að leika bara í Mandy og Pig og svona myndum. Hann þú veist, hann líka alltaf að fá, hann að fá alls konar audiences, sko. Já, herru, næsta slúður, það er brakandi. Ég er ekki eins og búin að sjá þetta á Íslandi. Það er rosalegt. Kylie Jenner var neitaður sem fekk ekki aðgang í partí hjá Doja Cat, Met Gala After Party. Og núna er mikið verið að spá í þessu í Bandaríkjunum að sko stjörnur eru farnar að distansa sig frá the Kardashian family. Það þykist ekki að töff að vera í kringum fjölskylduna og að var. Það er að missa það svolítið. Og það var meira þess að sögursagnir í gangi, að voru sögursagnir í gangi að þeim er ekki boðið á Met Gala, bara Kendall Jenner. Þetta er fyrsta liðið sem ég myndi bjóða. Kardashian var boðið. Já, Kim var boðið en ekki Khloe og Kourtney. Já. Þannig að, já, það er svona nei, hún fekk ekki að fara í eftirparti þessi Doja Cat, það er rappari. Já. Og hún mætti sem köttur þarna á Metlife, stórfurðulur galvi. Fekk hún Doja Cat ekki að fara í eftirpartíð? Nei, Kylie Jenner. Nei, hún bannaði. Það var bara að vera text á sig að mér. Nei, ég bara spói. Kylie Jenner mátti ekki fara í partí á Doja Cat. Já, ég skilji. She was denied access. Ég skilji, var það official eftirpartíð eða bara enga eftirpartíð? Það var eitthvað lendi sem er að hlusta, það var lendi því að það var eitthvað partí og ekki komist inn. Þetta er bara eitthvað svona fylgi í lífinu og það er partí og kemst ekki og vesen. Ef þú ert Kylie Jenner þá ættir að komast í partí. Já. Þannig að, já, þetta er svona heitasta slúðrið í Bandaríkjunum, hvort að það séu svona eitthvað að missa their elite status. Hvað er það séu fjölskyldan? Ég er að heyra Doja Cat í fyrst skiptu aðeins minni nú, sko. Þannig ég myndi svona, kannski var þetta persónulegt. Hún er mjög heitur rappari, sko. Já, ég veist að ég er líka bara eitthvað asshole á F957, sko. Já, það er bara staðan. Talandi heita rappara að þá eru Alexander Edwards og Cher hætt saman. Það var 40 ára aldursmunur þarna á milli, hann er 36 ára og hún er 76 ára og þetta endist bara í hálft ári, ég man ekki hvað Steindi gaf þessu. Þau eru hægt eftir 6 mánuða saman. Enn og aftur, það er rétt fyrir mér að sko. Já, ég minna. Hann er bara það accurate. Þú segir alltaf því ég hafði eitthvað rétt fyrir mér sem ég geri alltaf, þá segir þú alltaf það sama. Já, það vissu það allir og það grunum það allum og það þarf enga snilling til átt að sá því ef 76 ára manneskja og 36 ára manneskja byrju saman að það mun ekki endast lengi, sko. Ég meina, þú veist, ég kallaði það allavega, En sagður þau 6 mánuðir? Ég sagði Þú veist ekki eins og einhver sér. Nei, ég veit ekki hvað ég sagði. Það finnur þetta á. Ég man ekki hvað ég sagði nákvæmlega, en ég örglega sagt bara að það væri stuttu tími. Já, en veistu hver sér er? Já, þetta veit ég hver sér er. Okay. Já, ég veit alveg hver einhver er, sko. Svo er það lokin. Það var vannst pubquiz, sko. Já. Nei, hann heldur pubquiz, hann er aldrei unni. Ég vann quiz og ég er quizmestari aftur. Fjóruða árið. Já, ég meina, þú veist. Það er ekki margir sem geta sagt það, sko. Nei, þú vannst þetta. Svo er það síðasta að það er af James Corden, það er að koma sögur, sko. Hann segir í lokafættunum að hann vilja flytja heim og fyrir börni sín, en svo er það vist að koma upp úr krafsinu að CBS var byrjað að tapa svo rosalum pening á þættinum og síðustu 3 ár voru að tapa 3 milljörðum á ári, þannig að þeir þurftu eiginlega bara að kötta á þáttinn. Var ekki eitthvað vel leiðilegur? Nei, það voru þarna hann er drepleiðilegur, samkvæmt öllum. Það er alltaf allir að segja hann sé drepleiðilegur. Já, það er einhverjum veitingastað og eitthvað, það er ekki þetta fullið það sem drepleiðilegur. Það stóð líka hann í þessu slúri að Jimmy Kimmel kvartari. Sko, Jimmy Kimmel. Þetta er ekki að sem veit ekki svona kvartaveitingastöð, sko. Jimmy Kimmel kom í þáttu til hans. Kimmel kom í þáttu til hans og spurði hann bara, getur þú nefnt nöfnin á 2 tökumönnum hérna? Þú veist, getur þú sagt nafnið á einhverjum í krúinu hérna? Hann gata ekki. Og ljósamanni eða tökumanni? Hann bara gata ekki. Já, ok. Pældi í. Samt búin að vera með henni 8 ár. Já, bara fólk sem þetta er bara fólk sem hann að vinna með. Já. Þetta er bara eins og ég get ekki sagt hvað þið heiti. Nei, hann kannski öðru í sig. Það er svona nánast. Það þýðir greinlega bara, þú veist, hann er bara eitthvað. Ég didn't give a shit. Já. Nei, herru, þetta var slúðupakki dagsins, styttist hér í Blast from the Past og fleira, en við byrjum á auglýsingu. Já, ég menna það ekki, það er ekki vel léttir. Já, Steindi var að segja að það var ekkert rosalega létti við landinu, fannst hann, sko. Já, þetta er alveg ógeð hérna. Ég menna kannski verið sömur frábært. Já, samt að spá rigningu næstu 10 daga, held ég. Já, það er mjög þreytt. Stormurinn, hann var búin að spá einhverju besta sömur allar tíma. Ég voru ekki Sunshine á Eurovision deginu, sko.
Ég var búin að panta það en Þú varst að fá það í amalið þitt Ég sko, ef það er brekka. rigning næstu 10 daga þá verður rigning 13. maí. Já, nú það er Siggi Stormur að gröta þig gang sko. Ég er biggest fan sko. Hvað, hann stjórnar sig ekki Já, hann er the weatherman. Já, ok Það er svo skrítið og reyður út í hann eða vont við Nei, Já, ég held að þjóðin eigi skilið sól. Já. Það er nokkuð ljóst. En svo ég held að sé alveg gýr í þjóðinni sko. Já. Það sko finals í körfun að byrja á morgun Valur Tindastóll, allt crazy Það er svo Backstreet Boys síðustölki, allir Já, svo að ekki þar Ég er ekki bara allir í gýr Ég myndi halda það. Nei, föstudagur, við erum allavega í gýr og ætlum að koma ykkur í gýr og ég ætla að fara núna í dagskalið sem heitir Mundur fyrir cash og ég fekk nefnilega var að labba hérna á göngunum í vikunni og ég ætla ekki að segja nafnið hann en hún var að ræða með henni fannst svo fyndið þegar ég var að spyrja ykkur út í pappikar og eitulið og svo spurðum mig góða spurningu hvort að þið værið í að brattir þetta væri mömmur ykkar þannig að mér finnst þetta góð hugmynd og ég ætla bara að byrja hérna fyrstu spurningunni Mundri fyrir cash eins og mér finnst eitthvað óþægilegt að ræða eitulið í síðan þætti en þið tilbúinir? En gerir mest af því? Nei, þetta var bara þetta annars er ég aldrei að tala um það ég er aldrei að tala um líkil eins og þig og eitthvað svona dæmi sko Ég man ekki eftir svo harðastur í því sko Þú ert með heilu keppnina sem bara fjallum þetta Ég kemur að heldur harður átt sko Mundu þið taka kókaðin með mömmu ykkar fyrir 10 milljónir? Ég sé ekki munin á, þú veist, hvort foreldrið það er, sko. Ég meina, þetta er alltaf rosalega upphæð. En það var 30M gamla. Búin að lækka upphæðina heldur mikið. Búin að keira upphæðina vel niður. Já, það var líka MC Gauti og fleiri sem spurðu bara hvort ég var eitthvað rugglaður að segja 30 milljónir. Ég held að þetta væri bara svo fjarlægt hjá mörgum, ég er greinlega bara algjör. Það er líka, þú ert náttúrulega. Ég held að segja ekki bara þú. Ég ætla ekki að segja sett gómurinn, skilurðu. Ég ætla ekki að segja það. En þú veist, út af því að þetta er bannað. Já, og það skilur þá bara já, ég veit, skilur það og þess vegna líka það sem virkar að, þú veist, ef þetta er bannað þá tekur þetta í og það er búið umræðið í svona samfélagi núna að því þið getur að banna hluti því að þú veist, það virki ekki, fólk takir þetta bara að banna hörru, blöð tekur ekki hluti eða þau eru bannað Nei, það er bara staðfest Þannig að þú veist, ef þú bannar eitthvað þá er blöð ekki verið að taka það Nei. Þannig að hérna, ég hef sagt til þér daginn Ég held að sé allavega alveg jafn langt frá okkur öllum að taka fíknefnum við mömmu okkar Nú, samt varst að segja þið gera það fyrir 10 milljónir Ég var ekki búin að því Þú sagðir akkur eftir ekki gera það eins með mömmu minn og pappa minn Já, sko, málega er að þú lækkaði samt upphæðina Ok, fyrir 30 milljónir Samu Nei, ég meina, þetta er ekki heilt stykki Þetta er ekki bara, þetta er búin að tala veit líkilega ekki Ég bara, ég veit ekki Hvað tekur einni Ég meina, ertu að tala um að henda bara í 2 stjörnu gardínu Taka bara 3-4 daga vöku einhver staðar og Það er eitthvað rugglega Þið eru að fá ykkur bara, ok, segjum 3, ég veit ekki, hvað er það, gramm eða? Já, sko, málega er að ef ég skil þetta Hvað ertu lengi með gramm? Ég ætla það fyrir eftir hversu mikill partímar þú ert, sko, Syngjum í unga, that knows how to party Það eru til menn sem Ég ætla ekki að fara að taka menn í síman hérna Nei, ég er að segja, það eru til menn sem taka það í sikkura nösina í einu og svo er líka til menn sem Þetta þarf að gera með 10M og þú reist upp í 30M Já, ég er bara eitthvað blöð Þú veist, eftir 50 ár þegar það verður að spila þetta spjall hérna núna þá verður allir grenja og hlátri Þetta allt verður að vera í lagi, ég er búin að löglega þetta alltaf búin að löglega gras og ég og heroin og eins og áfengi allt sem verður löglegt þetta er bara same fucking shit það er aldrei löglegt en ok, það var maður að opna búð með hörðum efnum í Kanada já, það er stórfurðulegt og þannig að, þú veist, en málega er að þá sko, það sem hann var að segja þar er að þú veist, þá er það tip-top, þú veist, það er ekki verið að setja einhvern viðbjóð ekki einhvern trúður að selja þetta götu það er ekki verið að setja viðbjóð í en ekki verið að selja það klúta mín Nei, ok, segið mér það eitt, veist, þetta er svona rosalega létt fyrir ykkur hvar myndu þið gera þetta með ykkar? Ég meina, þetta er bara, þetta er ekki að tala um eitt líkilega Nei, hvað? Þetta er bara hvað sem er í bílnum eða bíó eða veitingastað, ég veit það ekki Hvað sem er í bíó með mömmuðinu? Ég hef það gótt Hvað myndu þið gera þetta? Bara heima það Ég sko þú veist ég bara ég meina ég vantalega bara í bíó eða út að borða það er rosalega út í pottinum opna hann að rauða með svona fljótandi speil í pottinum það væri rosalega sko er ég núðinu? Nei, það er eitt hérna sem ég verður þá að spyrja myndu það að gera þetta bara basically heima okkur gera þetta og svo bara fá miljónu en myndu að reyna að enjoy it myndir þú taka ef ég spyrði, myndir þú snáðast svona með mömmuðinni fyrir 30 milljónir? Nei. En má ég segja, ef þetta verður löglegt í næsta mánu, bara hörðu, þetta er jafn löglegt og áfengi, við erum búin að bara tapa þessari baróttu, við eitulegu, við erum búin að kasta hann handklæðinu, þetta er ekki lengur ólöglegt,
Blöð Nei, samt ekki held ég Það er búið einn prentet í því bara... Nei, kannski þetta væri búið að vera left í 10 ári Ég myndi sjá allt sem væri búið að gerast í kringum mér Mér er sann svo að finna að ég sé lúðun hérna Nei, bara út kóngurinn Nei, þegiðu maður Hérna Út kóngurinn Ok, en segðu mér eitt, myndið þið enjoy it eða myndið þið bara klára þetta? Ég myndi bara klára þetta En það er máli? Já, já Ok, verður svo reynskil núna Hvað minnur enjoy Maður myndi náttúrulega bara reyna að bera höfuð hátt með mútu Já, myndið þið fara út að borða og fara einhvern skemmtist á að gera það? Já, ég myndi ekki fara, sko, ég myndi bara ná í peningin Ég myndi ekki alltaf bara ákveða að fara á djammi með mömmu minni Það var sem ég var að spyrja Já, þess að kannski komin í gýrin Bíó var bara fýtt staður Bíó? Já, hvað sagði hann? Út af borðan? Bíó? Það veit ég ekki, það er bara ykkur staðar maður Ok, þá er önnur spurning Ég ætla að byrja á því að stendi Þetta Sigga myndi gera þetta 15 miljónir? Nei Akkurat Þú gætir ekki, hvað ætla þú þá bara að hyrða 30 og blásu sem ég nöðu? Það er gamli skólinn hugsaðar, þetta er banna, þetta er ekki læg Myndi Ester gera þetta fyrir 15? Ég menna áfengi var banna eins og sko Já, já Það var leift 1980 var það bara leift Jópa bannaðar á Íslandi bara til 89 Ég segi það, og þetta er verið jafn aðstæðlega umræða eftir 50 ár sko Já, ok, ég er ekki bara að hlusta þann þátt Fólk verður að hlusta því tal núna og sé bara hlustið það á Óðum Blondell Þegar blöður að spyrja hvort þau vilja drekka eitt sterkan elefant með pappa Nei, það verður aldrei Það er svo allir sem Ég segi, sko, eftir 200 ár verður þessi klippa spiluðu grunnskólum í Íslandi bara sjáu þið hérna drengur sem taldi vera muna áfengi og ég get alveg lofaði því alveg eins og að vera að tala illa áfengi í grunnskólum í dag hvað heldur að sé bara að vera að segja núna í grunnskólum bara áfengi var eins og þið bannast bara hvað var rugglað heldur að það sé bara umræðan í grunnskólum það verður að reyna að forða fólki frá þessu eitri þetta er eitthvað að minka mér veist persónulega svona alltaf svona flest svona, þú veist ég veit náttúrulega ekki hvað unga fólki er að gera en svona í kringum okkur finnst mér alltaf fleiri og fleiri vera komin í 0% bjóranna bara komin í hérna hvað heitir þetta sem er sett fyllibittan er að deyja út sko fyllibittan er að deyja svolítið út sko ok, það er að næsta sem er sorglegt sko fyrst þetta á svona letur myndu þið taka heroin með eitthvað fyrir 50 miljónir já sko betur hvernig getur verður að negla því verður að taka beltið og æðina og lemja höndin og það og skeiðina og kveikjarana Ég vissi ekki eins og það var hægt að gera það í sig ég veit ekki ég er bara, það er ekki maður specialty sko helviti hart að byrja að setja nálina sko og þá spyr ég núna, hvað ætlaði að gera það? Í bíó eða? Nei, það er vandræðalegt í bíó Er það? Finnst þér? Já, veist það Það er vandræðalegt í bíó það sko Ég held að nálinn sé líka lýsing og það var að sjá æðina Já, ég held að nálinn sé alltaf það er bara svona eitthvað 70s slagt jam í gangi og þú bara heima En sko, er það þú setur kveikjarinn og þú ætla svolítið með þetta kveikir undir Er ég svolítið með þetta? Það er bara skeið og kveikjarinn setur undir skeiðina og það Já, það er svo í bíómyndunum Það er bara eins og ég er bara basically að segja sem ég sé í bíómynd sko bara því svo í Trainspotting, skilur 50M? Já, anskotan hafði það 50M Hvað er það að fá það er 50M? Það er enginn skilur Þú veist það ekki? Já, ég Þú veist, það er allt annað að þú er að segja við okkur og þú ítir hann að taka, þá deyr einhver staðar Myndur þú taka 50M? Þá, þú veist, það er allt annað Þetta er bara Þarna er það, svo góðu gauð Nei, ég er að segja, nei, þú veist, það myndi enginn gera það Þetta er bara one time Þarna ertu, þú veist, það er eins og illið Það er enginn að, þú veist, ef þú getur garanterað að enginn overdose þarna, skilur Ok, þá ætlum ég bara að spyrja ykkur síðustu spurninguna En crackpípa á götuhotni í New York með mömmekar fyrir 50 miljónir Það er alltaf að setja strik í reikningin Nú, já Nei, betur, hver er crackpípa? Það er þægilega en heroinni, það ekki? Já, þú er náttúrulega ekki í nálun Það vantar eitthvað nálvöru núna, eitthvað svona sem er búin að party hard sem getur sagt okkur svona hvað það er mest kræfandi Þannig að það var engin munur Það er margir á í mokkihæðinni sem er í rockalanum sem hafa líklega að prófa þetta allt En ég vona nú samt að hlustendur svona fatti Það er ekki í þetta Heldur að fólk sé að sprauta sig núna? Já, því að heyrðu þetta í FNÍ blöð Nei, bara svona skilji En allavega þá get ég svarað því að þetta var jafn létt með mömmekar og pappikar Þannig að það var engin munur þar á En myndirðu blöð hérna myndirðu Það er að semja eitthvað á staðnum Já Myndirðu jafnla pappaðan fyrir 30M? Herru, já, við viljum að fá lag hérna sem að heitir In the End Og svo er ég að spáði fara bara hérna á stúdíunum
FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu og já, Egil var að segja okkur að vera bara 1 Túborg Léttöl eftir í Túborg kælinum okkar. Það er ekki okkur að kenna. Og svo er 80s themadrengir í gangi hjá Keiluhöllin út mánuðin. 80s pizza og shaken pizza og já, allt í gangi. Kynnið ykkur það inn á keiluhöllin.is. Ég með heldur góða pælingu. Nú. Næstu við fyllum á kælin. Já. En að fylla ekki á hann. En að taka bara hana bjór og fela hann. Ég er bara geima hann í bílnum en það sé alltaf kaldur. Ég ætla að vera þráinn þegar hann uppinda sko. Herru, hvað þarf ég að segja þetta að þráinn er hættur hérna? Eða Tómas. Hann er ekki aðfrega Tommi sko. Menn þegar hann upp sko, alls saman góð feilur hann sko. Ekki í bílnum. Við þurfum bara að setja lás á hann. Já. En herðu, já, við erum að fara í dagskrálinn A Blast from the Past sem að er svona á, já, 3-4 vegna fresti hér í F95 Blu. Og þroskaðulegur hjá okkur, einn af þeim. Já, eða svona, við erum að rifja upp allt sem að hefur gerst síðustu 10-11 ár. Maður lærir þegar maður hlustar á hann lið. Nei, alls ekki, við erum ekki að vera í störðlaðar, sko. Við erum að fara í Blast from the Past. Já, ég veit að það er bara. Og lærir heldur ekki til störðlaðar. Maður lærir að þeim, sko. Já, maður lærir að Blast from the Past. En ég held að við séum að fara í eitt frægasta símtal í sögu F95 Blu sem gerðist fyrir 10 árum síðan eða tæpum 11 árum síðan og ég hlusta á þetta ég fór að hugsa þegar ég var að hlusta á þetta í morgun bara að byrja ætlaði að sé að maður er ekki búin að heyra þetta ofta eitthvað ég var ekki búin að heyra þetta svo lengi og ég grenja á hlátri en ég hugsa að ég ætla að spila þetta á eftir Það hafa nokkulega flestir heyrt þetta en það er væntanlega langt síðan þú heyrir þetta síðast Það er saman okkur svo óttum að heyra það Það er gaman að heyra þetta Þetta er líka bara alltaf ég finnst Þetta er sem sagt við Pétur fórum þá hefðu aldrei farið í þetta áður ætlum að fara bara í liða sem áttum að ringja í fólk og segja bara hvað segir kjællin Það átti að vera eina sem mátti segja í símtalinu er bara hvað segir kjællin Ég ætla ekki að spila mitt símtalinu það var að viðbjöður en svo dettur Pétur inn og hann svo fyndið fyrir símareikin hann svona hugsa hvernig að ég segi þetta bara hvað segir kjællin hvað segir svo bara bilast hann og byrjar að öskra hvað segir kjællin nema hann ringir eitthvað bakari og allt fólkið í bakarínu heldur þetta sé einhver vinu þeirra sem heitir Beggi og já þetta King Beggi já og það er svo fyndið og ég ætla bara að spila þetta hér þetta er A Blast from the Past og heitir hvað segir kjællin tökum á sena Kjællin hvernig á ég að gera þetta þessi er góður hvað segir kjællin já Kjællin Sveinsbakari Kjællin Kjællin Hvað segirðu Beggi minn? Kjællin Kjællin Þú voru að tala svolítið skýrar Kjællin Kjællin Heyrðu Beggi Beggi Já Ætlaðu að tala við Hjálmar? Já, leifur að tala við Hjálmar Já Leifur Í innum símónum Kjællin Leifur að tala við Hjálmar bara Halló Sæðir Já Halló Halló Já, Kjællin Já Hvað er Kjællin? Herðu, ekki alltaf leið Þetta er Hjálmar Já, Hvað er Kjællin? Hvað er Kjællin, Hjálmar? ég skil ekki orða því sem þú ert að segja Hvað er Ég skil ekki orða því sem þú segir Hjálmar, hvað er Kjællin? Hver er það sem lætur svona alveg eins og eitring? Beggi maður, Beggi Ha? Það er Beggi maður Já Hvað er Kjællin? Herðu, Beggi, ekki alltaf leið Herðu, ég má ekki vera þessu, ég er að drífa mig hérna út Ég er að koma upp til Hvað er Kjællin? Hjálmar Já, Hvað er Kjællin? Hvað er Kjællin? þú gæðsjúklingur hana, hættu þessu bulli, ég nennis ekki Segðu, fara að tala eins og maður svo ég skilji þig Ég það var einn og einn kleinur eitthvað
Hvað ég gerðu? Halló? Nú hann farin. Yes, man. Sko, þetta bara Guðminn Hvað þetta þetta grínat Sko, ég held nefnilega Ég var búin að hugsa þetta síndal Svo bara, ég er búin að heyra þetta svo oft Þetta Nei, þetta bara Er þetta ekki bara besta síndal í sögu F95 blöð? Já, ég held að Ég fyndið fyrir að láta hann heyra Beggi Tala eins og maður og geta reyðu við hann Þetta var Blast from the Past Og það verður erfitt að toppa þetta Eftir 3-4 vikur, það er nokkuð ljóst En Egill, þú ert Eurovision sérfræðingur F95 blöð Rétt Dilljá, Power Og hendaði á Frábært lag, hendaði á, takk Þetta er Eurovision farið okkar Íslendingar þetta árið Dilljá með Power og ég allavega líka engu að hlustendum ég fíla þetta lagi Vil ég fá Eurovision skýrslu? Geggjalag Eurovision skýrsla og ég er Eurovision sérfræðingur hérna Ég er eini sem hefur verið niðurlaður í smárlinda friðurkomari og lenti öðru sæti sko Þið hefur ekki lentið því Nei Þannig að ég er specialist hérna Staðan þannig að það sem er að fara að gerast er að sko við erum að fara hendi álur performance á 50 næstu viku og negla okkur yfir í úrslitakvöldi. Mér fannst það samt svo fyndið, þú varst að segja þetta meðan lagið verið í gangi að hún væri búin að negla báðar æfingarnar. Ég held ég hef aldrei bara síðan ég byrjaði að fylgjast með Eurovision og hafði vita á að tala við eitthvað þá held ég aldrei sér fyrir fréttina Íslendingum gekk ekki nógu vel á æfingu. Sko málega er að hún er bara að taka báðar æfingarnar og reykti það báðar. Já, er það ekki alltaf þannig? Nú er ekki að gera neitt lítið úr henni. Álvöru performance út af því á æfingunum þá eru allir svona blaðamannalúðanir allir hérna breyttu atriðinu og hérna ef hún skýtur á æfingunum þú veist þá væri núna frétt núna bara veru Dilljá hún hægði sér á báðum æfingunum það væri þeitt frétt sko hún neldi báðar og pakkaði þeir saman og strax tóku við smá kipp í veðbökkum eftir æfinguna og hérna og við erum auðvitað underdogs, við erum óhefn með riðil og svona sko, þegar löndi sem er á mót okkur kjósa hvort annað við þurfum að komast upp úr riðli í aðalkeppnina sammála því en alveg skemmtilegir, nú er ég búin að tala við ykkur hérna í svona heldur langa tíma að Finnar munum vonandi taka hérna drefleðilu svíja og pakka það saman þegar þú ætla með þetta drefleðilega tattúla, já ég veit blöð og prottar helvítis svenska sko en ég förstór mér en ég prottar ég held með Finnunum frekar heldur en þú veist heldur með svíjónum með Finnunum ég held ég haldi með Lorín úf blöð mér finnst það flott lag já þú veist þetta er samt bara það lag það er flott það er öllulega flott þess að það er á topplustum að heim en þetta er samt bara svona þú veist þú er búin að vinna þetta með miklu betra lag er ekki verið að tala um að segja annarkot Svíþjóð Finnland eða hvað sko Finnandir var stemningsmenn með geggjala álur performance og með smá comedy með Lorín undir ykkur vegg skrýðandum gólfið þú veist aðeins svona ekki dramatík fyrir þessa flip-keppni það segði með top 5 hérna bara fyrir viku síðan var 1.60 á Svíja og Finnandir voru með stöðul 5 þannig að þetta var eiginlega bara booking fyrir viku síðan var þá Svíjar eru að pakka þessu saman þetta er búið, hörðu, nú er þetta búið að breytast þannig að Svíjar eru 1.95 konum með stuðul 2 og Finnar eru búin að skriða niður 2.85 þannig að ég ætla búin að segja ég held í lengi að Finnar eru að fara að pakka þessu saman nú eru þetta skrýðir rétt átlóksins eru Finnar þá búin að vera að negla æfingarna sínar? Já, greinilega með álfur æfingar sko. Getur þú sagt okkur núna bara top 5 líklegustu löndin með veðbankana? Svíþjóð eru ennþá favorites en samt með 1.95 sem þýðir að sko ef búkinn væri 100% á því að Svíja var að vinna þetta, bara örugt þá væri 1.12 á þá, ekki 1.95 þetta er keppnin alltaf ok, Finnar er í öðru 2.85 en síðan er þetta svona ég þarf ekki stöðlana, bara löndin því að það sýnir munin út af því að lagið þriðja er með stöðul 9 það er rosalegt stökk frá 2.85 í Finnum upp í Frakkana 9, svo Úkraina í 4. með stuðul 12 og Noregur í 5. með stuðul 26 þetta virðist vera 2-horse race þetta er bara Svíþjóð eða Finnland, ég skil það er svolítið þannig, heilismanni en við viljum pakka sem riðli saman og komast í aðalkeppni það er bara þannig það væri samt auðvitað skemmtilegra en við erum underdogs, við erum bara óheppið með riðl við erum bara Ímyndaði núna á sér búa með 3 rauðinsflöskur munnurinn á þér bara eins og að vera að drekka málningu ég séu nokkur þannig það er bara lögat eftir viku verið nákvæmlega þannig já, þá áttu oft til að henda og segja við mig blöð, maður vera brutally honest verður núna brutally honest eru meiri líkur en minni samkvæmt veðböngum að við förum upp á riðlun við erum underdog það er ekki líklegt að við förum upp á riðlun samkvæmt vettsíðum en á móti kemur að sko hún er helvíti öflug live
Og við eigum það Við eigum þannig að bli í hólu að hún er geggjur söngunan, hún mæti bara að hún mun negli það, þú veist, þannig að það getur vel verið að síðan kemur eitthvað trúðaðatrið og er bara ekki það gott lag. Lagið er fínt. Já, lagið er geggjanlega. Já, og erum með okkar besta mann Geira í bakgröndum hana. Ég held að við komum hana smá óvart og neglum okkur í the final. Myndu þið vilja fara myndu þið vilja keppi í Eurovision? Þó að, veist, bara ég var eftir búin að keppa í Eurovision, sko. Ég veit það. Þeir koma niðurlega með hana á sínum tíma. En myndur þið vilja fara út núna og taka þátt? Þetta er auðvitað að mæta með eitthvað flip-lag í eitthvað smá gríni. En ég held sko að það er eitt að mæta með flip-lag Við erum vanið því að stíga á svið hér á Íslandi eins og þjóðatíð ára 20.000 mann. Ég held að sé bara allt annað þegar þú komið baksviðs vitandi að það eru bara milljónir fara að horfa á þau. Ég held ég myndi bara pissi í mig. Nei, út af goddamn professional blonde. Ég held að það væri gaman, sko. Það mætir bara sviðið, tekur Jackson og að fara á hliðina. Það myndi allt fara á hliðina. Þetta er þetta frábær hugmynd. Það myndi allt fara á hliðina. Það er líka, þú veist, held ekki að liði Eurovision sem ekki séð taka Jackson, sko. Það getur vel verið að Junior hendur sér bara í Eurovision. Já, ég ætla að hugsa. Á bakgröndum hér, talandum að fara á hliðina, þá er spurningakeppni Gilsarans hér strax eftir auglýsingar. Það gæti komið spurning þar, þið verður fara á hlið Taking a Hit. Kemur ekkert á vart. Hér er þetta toppmenn á verð. Þeir Júli Heiðar og Kristmund Raxel og lagi heitir Ég er. Og drengir, eru ekki að fíla þetta? Já, sjálfsög. Jó, þetta er frábært. Það er hins vegar komið af spurningakeppni Gilsarans King of Taking a Hit. King of Taking a Hit. Og það er hvað? Það er ekki bara eitthvað tengt hlutabrið með það? Hvernig hugsaðu þetta? Nei, bara svona eitthvað neginn, hitt og þetta eitthvað neginn. Já, ok. Nei, ég veit ekki. Það er nú ekki neitt djúpt inn í hlutabrið. Ég lærði það á þessu ári og lók síðast árs og döði sér eftir. Við blöð erum náttúrulega bara einhverjir Já, meiri líkur á að græða pening í kasinu. Ég er ekki að grunast. Já, miklu meira. Við erum bara Meiri líkur á að græða bara að kaupa fullt að happa þrönn. Egil gappað okkur inn og við hefum ekki séð grænan dag síðan. Þetta er búið að skrítið allt saman. En vonandi bjartari tímar framundan og þá er ég að tala fólk sem er með alveg peningarnir. Sko, ég var að fatta núna, ég glemdi að raða þessu upp. Hann er svolítið random, er það ekki alltaf leið? Jú. Ég vissi ekki eins og nú raða þessu eitthvað. Ég raða þessu vanlega upp, sko. Ég var að fatta núna, ég glemdi því, sko. Þetta er random, sko. Heldur við alveg að við myndum finna munin? Ég veit það ekki, ég er bara strax að, ég panika þess, ég sá það. Já, við minna þarf ekki að raða þessu upp, sko. Nei, það skilur ekki máli. Ég lesi þetta bara ekkert með. Ég hata því að drulla svona á mig. Hvað er þetta ekki bara með þetta? Það eru að lestu bara, hvað er þetta ekki 8 spurningar? Jú. Já, finnstu bara alltaf einu og eina. Byrjaði bara aftast. Ég var með 15, ég kötta hann í 8, komst ég með. Takk. Byrjum þetta bara. Hefurðu verið kildur, fórst ekki að grenja, tókst alvöru hit og hérst áfram með lífið? Ég man ekki hvort ég að vera ég fór nú ekki að grenja. Það, þegar þú var skildur með tennurnar. Þú varst ekki orðið fullorð. Það skoppuðu tennur og hann bara náði sér í bjór. Þú varst fullorð að gera. Náði mér ekki bjór, ég búin að segja ykkur. Ég fór á 4 að leita tönnunum á sportkaffi sem er ennþá verra. Á sportkaffi? Ég meina, hefur þið farið að grenja? Það hefði verið agalegt. Það er svona þungt högg. 28 ára gammal. 28 ára? Ég var 19 að vera 20. Já, þú veist, ég bara segja, þú veist. En varst að skríðum allt danskóla og leita tönnunum? Ég var að reyna að finna tönnuna mína, já. Ég fann eina strax, svo fann ég ekki hinna. Fann eina? Þú veit að sjá blöð skrýðum gólfið, leita tönnunum. Allt í blóðu eitthvað, þú hefði hugsa bara, oi, greiði strafnum. Ég var líklega þarna, sko. Það er heim á sportkaffi, sko. En varstu að reyna að beða tannlæknum að setja svo gömlu í eða? Nei, ég bara vissi ekkert hvað ég átt að gera. Þetta fekk ég svo bara nýja gerðutennur. Ég hef örgulega gert þetta bara því að þegar þú horfir á svona bíómyndir og einhver missir þumal eða putta eða eitthvað, þá er alltaf að reyna að finna hann. En segðu bara að við svara með einu beinu djabbi og krók. Nei, það gerði, já, það er mjög langt í Þú hefði farið beint í gólfið, þetta ekki? Já, Bestur í gólfinu? Ég veit ekki hvað ég hefði gert þarna, sko. Ég get staðfesta á sportkaffi að leita tönnunum er ekki Þú voru aldrei skriðið eftir gólfinu, sko. Ég get staðfesta að ég átti ekki breyk í þennan slag. Þetta hefur verið einhver En sko þess að tennisónu núna hröstu sjóma. Það er mjög fallega að hvita tennur. Tuskaði til. Er þetta bara hvað 6 miljónar postulum-tennur? Nei, eins og hérna bara Palli Ragg, tannlæknar á Sauðárkróki, rest in peace. King Palli Ragg? Já, sem var sko spila á mútið ESVB og hérna með VAR. Rosalegt. Þurfti að kalla bara á nætu tannlækni og Nei, ég bara var tannlaus í nokkra daga í Vúrt og svo flög ég norður og hann gaf mig góðan afslátt. Það varst ekki á kúpnum, hann svo vann á móti tannleysinu. Já, segi mig þá ef ég kerði ekki bara Nei, ég kerði ekki norður, mamma var að vinna á flugvöllinu Reykjavík, ég flög. Já, ég meina þetta er bara, þetta var leiðir þetta atvik. Steindi, þú aldrei verið löðrunga að vera kildur hann í Mosó? Jú, ég hef alveg fengið verið kildur. Það er þessi spurningi mín, sem það farið punkt að það, sko. Hjálst að fara með lífið síðan það?
Já Basic spurning sko Var ekki Denzel sem sagði að þú vart ekki alveg maður fyrir að you've taken a punch sko? Já, flest Slæst að lónsa það líka sko Já, ég held að flestir haldi nú samt áfram með lífið eftir Sumir fara að grænja Nei, jú, pottet Það er 1-1 Þetta er rosalega byrjun á þessari keppni sko. Já, en fólk á að forðast slagsmál bara það að segja Já, við erum ekkert að geta til þess Ég meina Slæst engin lengur í dag sko Nei, er það Fólk er ekki? að stinga okkur annað Slagsmálun er döð sko Það er ennþá mjög Það er farið næstu Tókstu að hit á the stock market í gær Já, ég myndi segja það nú, töpum Það er ekki taking a hit Hlæðu þið bara því Þú sem platar okkur í þetta, fáið þið Ég held að ég hef tekið minnsta hitið Eða? Já Þú ert líka bara heima að smíða Þú tókst náttúrulega langstasta hitti Þú ert einnig fjármála gúrúin í þessum fokking þættin maður Þetta er bara Menn halda áfram með lífið Já, Hefur farið til AC tekið það hit andlega og financially þetta eru tvö léttustu stíðin í en þessari keppni samt sem áður farið aftur árið setna á þann ógeðslega stað Já Þetta er ekki alveg hitt þar Þið fóruð aftur Málið er það Þetta verður rannsakað einhvern tímann eftir ykkur ár sko Ég held áfram að fá hits eftir ég kom heim af því að kortið mitt Það var einu Það var alltaf, nei það var tvær fæslu sem ég bara, hvað er að ruggla er þetta maður? Svo ringdi ég, já, það er verið að strauja þetta hægri vinstri maður og þá var búið að taka kortið því að Atlantic City er þannig í dag að þú fær ekki posa og setur í og slærir kóðar, þetta er ekki svo hér sko á flestu stöðum þá bara réttur ykkur kortið, hann fer bara einhvert kemur svo tilbaka með reikning Það er ekki bara í Atlantic City Jú, sko. það er ekki annars það er í heiminum Í Bandaríkjunum Nei Þú lætur engan fá kortið og veistu hvað mannskja sem tók kortið hefur basically bara smelt mynd framann, aftan og þá ertu bara komið með allt sem þú þarfst að vita og bara En ég meina, selur það hvað varst áfram að kaupa það neina? bara mat þú veist, eða bjór eða þú veist, þeir gerðu þetta alltaf bara ég ætla að fá hérna, hvað eru margir hérna við ætlum að taka hérna Og 6 réttur bara fyrir gæja korti og svo bara pinni og sagði, Nei, þannig var það í gamla dag. Þetta er ekkert bara í Atlantic City fólk sér bara stundur þegar Steindi er komin í glas fólk hugsa með sér, hörru, Andri Sönd var að labba Já, ég meina þessu og ég ætla bara Já, bara, veist, Taka kortið hans. En þeir munið í gamla dag Bara veistla fyrir svindlar að hann laði sig gæja bara eins sko En þeir þetta, einu sinni réttur alltaf starfsmanni kortið og hann straujaði kortið Í dag ertu aldrei að rétta, þú ert alltaf með það Nota bara skinjaran eða setur í posan, skilur Þetta var ekki henni fyrir sko stráka þegar áttu hvað Þetta var ekki svona fyrir 5 árum sko Þetta var búið að breyta strætt En Þeir eru ekki ennþá að strauja kortið ég þurfti bara að skipta kort Þeir voru bara að strauja það daglega bara með einhverjum random upp En hvað var verið að kaupa? Þetta var ekki þannig, þetta var bara 1200 kall Svo kannski 2 og 5 Alltaf Það er hækka þetta sniður Þeir voru alltaf að passa hvenær það, þú veist Það er mjög vel gert Já Þú ert ekki að fylgjast með 2000 skalli hér eða það sko Nei sko, yfirleitt að þú væri bara, þú veist, þú myndir að halda að væra Því að oft eru fæslunar að koma inn aðeins setna Eru í byggð, Ég sá kannski um 12 daga 60 minutes þátt sem að bara með betri skemmum sem ég sé, það var eitthvað kona búin að vinna í banka í 40 og eitthvað ár hún tók alltaf bara sko 7 krónur hverjum einasta reyfust bara alltaf Gamla góð Office Space vírusin Já, nei bara allir fengu útborgað í bankunum og hún alltaf bara taka 7 krónur af öllum í mörg á, þá voru bara milljónir Scam. Þeir voru með þetta Superman vírusinn sem þú bara tekur basically bara eitt aur af öllum fæslum Já, þá hefur þeir bara stólið þeirri hugmynd af þessari píu sko Já, þeir stálu svo úr Superman myndunum held ég Þetta var í einhver Superman, svo maður ekki það svo allt í nú kom þetta kóðin klikkaði hjá honum aðeins þannig að þetta kom allt í einni fæslu Það var djúvill Þetta er eiginlega ótrúlegt 3 spurningar búðunar og það er 3-3 Þetta er aldrei gæst Við erum greinlega vanir að taka hit Það var í veistla eftir þessa spurningu að það var ennþá 4-4 Hefur þú sagt við frúna orðrétt í hádeginu Baby, I know it's lunchtime but I wanna hit that Og hún var game Nei, orður rétt ég tala aldrei ennsku við konuna mína Hvað okkur þú byrja að hlæða þessu tíu Þetta er bara, ég sá þetta bara fyrir Ég bara tala aldrei ensku Þetta er döðafæri fyrir því hann að blöðafæri í 4-3 Já, bara, tala ekki ennsku við hana Manstu hvað að sagði þér at that particular time Nei, ég hugsaði bara eitthvað Nei, ég ætla ekki eins að fara út í þetta Það hefur bara verið eitthvað svona Sko, eru einhverja líkur að hafi sagt eitthvað svona? Það er steindi hægt að Nei, ég er að segja að það er engar Nei, það er eitthvað bílað Já, ég er að segja, hey, I'm with you Er það? Já Samt eitthvað svona, er einhverja líkur að hafa sagt eitthvað svona Engar líkur Engar Nei Ok, en veit
Þetta er ekki punktur á þau, í rauninni Nei, bara alls ekki Ok, og það er kannski verið harður að segja orður rétt því að ég geta, kannski, þetta er beinslega svo sagðir, kannski orðar öður Nei, ég potið ekki sagt neitt Ok. Hvað, segir alltaf bara, herðu, nú er bara komið að því að við gerum það Það er að gera það Nei, er þetta ekki bara eitthvað moment Það er að segja að gera það sko Hvað er ég að segja? Ég veit það ekki Nei, Veitu, sagður þau að gera það? nennur að halda áfram Króksara fílingur í því sko Guð minn góð Nei, þú sagði það ekki Ég kaupi Hætt það. að spila þig heimskan Ég er að segja Ég veit þú ert heimskur, hætt að spila þig heimskan Manstu þetta Kári Stef sagði bara, þú ert ekki heimskur, þú spilaði heimskan Það er verður en að vera heimskur, hann sagði þetta orðrétt þegar ég vestu stjórnum sinni Ég datt út, ég sverða ég datt Já, út hvað heldur í tali svona? Ok, það er ennþá 3-3 Vitleysa er í gangi Hefur þið verið að fljúa og það var ekki laustið bautasglas þannig að þú tókst að hitt og flögt í Monkey Bara 98% af öllum flugferðum mínum Út yfirleitt í business-class blöð sko Nei, það er bara ekki satt Ok, oft samt Nei, kannski svona 5 sinnum af 300 flugum That's how you roll Nei, it's not how I roll That's how I wish to roll Mér langar að rúla þannig sko Stendur þú út oft í Monkey Já, það er bara minnstæður Ok, ég veit ekki hvað ég færi eitthvað punkt þarna Ég kan átt að maður Já, tókum að hit En hefur svona blöð langað í business en það var ekki laustan og svona helvítis fókst aftast Þá farið, þú veist það er að hit Já, það geta að gæst Er það ekki, 4-3 okay. Segðu þú að rýma það í gang Og veitur hvað, hvað spurður mikið þessu líka? Hefur þetta gæst að þið líka? Hvað, mér langi að sitja í betra sæti en fara að sitja í verða sæti? fyndið það þið langar í stíl ég veit, hefur Nú fyrir hann að ljúa fyrir stíl Hef ég lent í því að mér langi að sitja í geggjuðu Já, sæti í fríu kampavinni fremst en síðan bara satt að fara í Monkey En auðvitað langar með 4-4 Þetta er ekki verið svona spennandi með gá sko. Hverjum í heiminum langar ekki að Það er sitja í 5 spurningar búnar, það er 4-4 Já, ef þú ert með 300-400 sæti og segir viltu sitja í besta sætinu eða? Auðvitað myndir segja, já takk, ég var til í það Hefur þið tekið það hit af Jónu? Já, Er það ekki? Þar sem að var löglegt Shit, það er 5-5 En er þetta löglegt hérna? Hæ? Það er löglegt hér? Nei, enda Þekki það ekki alveg? Serðu mig ekki með Jónu hérna Nei, ég hef ekki séð þið inn í FN-stúdíu annars væri hann að reykja hana núna Nei, Rikki er ekki ánað með það, ég get lofaði því nei, ég er ekkert eitthvað þú hefur tekið að hitta af Jónu þá er ekki eitthvað reykingamæður Nei, Þessi er bara spurningkjarni það er það 5-5 Þegar fóldra þínir skildu tókstu þá að hit en í dag ertu kallaður the shit Ég veit ekki hvernig það svarður That shit rhymed sko Það sé á reynir sko Við heyrðum það Þetta er lærið í dyrðanskóla Shit, hvað er Hvað, þetta ríma? fyndið, maður? Hvað lærður að ríma í grunnskóla? Ég veit það ekki Já, I took a hit en ég myndi ekki segja ég verði shit Það er ágafsvert blöð Kikki höllin eftir 5 úrs manns Næ, ok Steindi, þú eru ekki upplegað það Þetta, sko, fóreldrar mínar er ekki búin að skilja, sko Þannig Ekki að Ég ætla búin að ætla að segja að fóreldrar mín eru ekki skild er ekki Það myndi skilja lúta ekki að segja útskýra helling sko Ekki ennþá, þú nenni ekkert að standi því núna Þetta er bara að vera bráfram saman Já, ég Já, Ég get ekki- seniorinn getur ekki án siggu við Hörðu, þú ert blöð get ekki Þú fengið ert the stiga king of taking a hit Er ég the king of taking a hit? What a Steindi, þú great verður honor aðeins að vera að setja það í stand sko Ég Það er er líka- 6-5 smíða spurningar það bara þú varst búin að ákveða hann þetta Er það 6-5? Líka bara Það er ekki 6-0 Ef við erum hreinskilnir Steindi þá er ég svona freka gaurinn to take a hit en þú paranoiast fyrir að ringja alla, ég tekið þetta svolítið á kassan sko. Já, ég meina Þetta var eiginlega bara Þú vannst það því út skilja Þetta fór eftir Það er bara ástæðan Þetta fór svolítið eftir það búið Skilja það bara Það er þetta giska Þess vegna vannst þetta Þú varst með í hassunum Það er ekki gras Hassmaður Herru, tja Lægja að segja Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, við erum nýbúin að klára spurningikeppni Gilsarans og þá reynum við að fara svona í þroskasta liðin í FM 95 blöð, þetta helst svolítið í hendur eini liður sem að fólk læri sem Er það ekki? Já og eru þið drengir tilbúinir? Heldur betur Herri, og svo er líka gaman að segja frá því að þið eru orðnir grættismenn Við þökkum grættismennum kjallaði fyrir koma á hann og gáða okkur búninga og kúrikahatta Það mættu bara kúlja og með kúrikahatta og því líki meist Ég elska að vera í alvöru stuðnismannaklubbi Ég er náttúrulega í Róttökinu Það er upp í Mosó Róttöki, það er upp í Arafturölding Ok, Stuðnismannafélagið já, Og núna er ég komin í Grettir líka grættismenn Grettismenn Já, Og núna finnst mér líka actually hafa rödd sko rödd Bara til þess að geta tjáð mig liðið Og Já. á þess að einhver móðgist Bæði þú og liðsmenn
er að ég vil bara segja að liðið, stólarnir standa sér konunglega og bara fáralega vel. Þeir eru búin að vera geggjaðir. Þeir eru búin að vera geggjaðir og ég held nefnilega ástæðan sé að þeir hlustuð á mig í fyrra. Nei, nú er ég að vera heiðalur. Þú varst að segja maður minka þreistara. Málið er það að þeir voru ofta að reyna að þrista. Ég get lofa því að það var ekki ein sál í þessu lið sem að En hlusta á eru þeir búin að taka færri þrista núna, já það Já, nei, á miklu betra tímasetja miklu betra. Ef það er staðurinn, þeir eru búin að reyna að færri þrista 100%. Steindi sá einn leik. Hann sá einn leik á öllu tíðum. Nei, málið er það sem Heldur bara hann viti hvað þeir klikkaði á stólum. það sem ég sá, nú er ég að tala sem ég er stólamæðurinn, sko. Það sem ég sá bara er að það var dattinn í síðasta úrslitaleik ákveðið reynsluleysi að það var verið að taka þrista jafnvel þeir voru aðeins yfir sko. Þannig að þetta var bara svona hana núna. Þú vilt að fara nær körfunni. Já, ég sé bara hvað reynslan er komin í lið. Nú er bara liðið. En þú tókst náttúrulega bara eftir því að þeir hitt ekki nógu vel. En í síðasta leikum til Njarðvík myndur þú að segja Arnar að hætta að taka þristana þegar hann var með 6 af 7 fyrir Hann hefur spilað NBA Jam. Hann var on fire. Þú segir ekki Gils að hætta að taka þrista því eru komin í gír sko. Nei, ég segi basically bara stólarnir þeir eru að spila nákvæmlega eins og þeir eru búin að vera að spila. Spurðu hvort ég drífi. Sko, ég gefi númer hjá honum, Kristján í beinni. Ég myndi basically hann getur svarað þér. Herru, mín skilabóð. Þú drífir og þryggja. Hann er þá pingu lítil, hann er með duttu heima núna sko. En blöð, ef við ætlum að klára hann að leik. Nei, ég get ekki talað við ef við ætlum að klára þess að kemni þá basically ætla ég að segja spilið nákvæmlega eins og við erum búin að gera. Já, ég bara spilið eins og þjálfurinn segir. Ég held að sé ekkert að hlusta á hvað Steindi Junior segir. Það má ekki gleyma því að Pavel er að hlusta sko. Hann hlustar á alla þetta. Toppmaður líka og in Pavel we trust. En eru tilbúinir drengir í Sturlaðar? Já, takk. Ok, fyrsta, já það er eitt af þessu hrossskítur. Þannig að þið og hlustundur reynið að spotta það. Jay-Z er orðin ríkasti tónlistamæður heims og er metin á $2.5 billion. Ég ætla að tala Jesus fyrst sko. Ég var ekki álur Jay-Z. Ég held að Jesus hafi ekki verið það rich. Nei, alls ekki sko. Já, þú veist. En hann er búin að þér ágætlega fyrir aðra menn síðan. Pæli hvað að vera ríkur í dag og geti breytt vatn í vín. Já, það var no cash sko. Það voru ríkur í dag bara 8 bjórdælu sko. Segð þetta eins og með Jay-Z, þó ekki Jay-Z heldur, þú veist, hinn Jay-Z. Hann er orðin ríkasti tónlistamæður heims og metin á $2.5 billion. Er hann ekki búin að vera ríkastur bara? Nei, hann var vist að ná einhverjum, ég veit ekki, hann fór yfir einhvern allavega, þá var þetta Sturlustarinn sem var að koma og svo er hann náttúrulega á konan hans líka hátt í þetta líka hana. Þau eru ekkert á flæðiskeri stödd. Næsta, herðu, ok, ég ætla að byrja að spyrja ykkur núna sem er skemmtilegt. Hvað væri bara peningur undir? Hver haldið þessi vinsælasti litur heims? Vinsælasti litur? Vinsælasti litur heims? Já. Hvernig ánskotur með það bara? Ég segi svartur. Já, hvað segir þú? Ég myndi segja gulur. Rauður. Nei, hérna blá segi ég hefði sagt rauður. Ekki green. Nei, 35% fólks elskar þetta græna litin sko. Segja hann fallegastan. Ég hata rauða litin. Það er alltaf það var vel rautt í gæðir sko. Þú ert United maður. Já, það var alltaf það er ekki líka blár rautt í gæðir og allt vel rautt í negativ sko. En ég held að hann sagði rautt í efumbakkunum og það er abaskít sko. Blár er vinsælasti litur í heimi. Ekki rauði? Nei, ég sagði að það væri minn. En hvað hérna, já, vinsælasti litur í heimi? Er þetta að tala um bara að þú veist að þú ætlar að fá þér úlpu þá velur flestir myndu velja sér bláa úlpu? Já, líka bara að spyrja hvað finnst þið fallegasti litur heims? Ég hef aldrei séð blári peysu á aðeins sko. Ég er blá. Kífiskirtan er svona, hún er ekki blá. Ég var spurður þessum daginn, hver uppáhalds litur mér væri og ég þurfti alveg að hugsa þetta svolítið sko. En niðurstaðan var gulur. Skrítið. Gulur, já. Aldrei séð hennu gulu. Nei, ég þurfti eiginlega að meira guld. Bara bullar, sagði það bara. Þú veist, það er bara bjartu litur og þú veist, það veit ég ekki með. Herðu, fullnæging. Ég tæk ekki bulletur í gullulitin, sko. Ég sagði það þá, kannski. Já, þið leið bara þannig. Já. Gulur. Herðu, fullnæging getur losað stíplað nef. Sturlustarinn. Já, það er kvef. Það færi bara á bað. Já, þetta er ekki 100% ára. Hljómar sem manjur. Getur losað. Það er svona æflótu. Ok. Það sem menn bara hristast alltaf þegar þeir eru veikir sko. Já, ég var að mynda að spá í það. Getur losað, sagði ég. Ég sagði að það var ekki 100% árangur. Nei. En það er, þú veist. Líður bara sem sé með. Nei. Tedda og Matteo. Nei, ég bara segja þetta væri svona einfalt. Ef það væri svona einfalt, það er eins og Egil segir, það myndir örgulega í staðin fyrir að fara á penicillin og losaði við eitthvað kvef. Þá væri, ég held að það getur gerst. Þetta er rosa smútslappur hún að ekki. Nei. Sagði þér áður að hann slappur? Nei, ég bara, þú veist. Sagði þú væri hálslappur? Nei. Stíflan neða? Okkur joggar ekki með salinu núna og við tjekkum á þetta. Nei, ekki mikil stífla. Herru, næsta. Og mér finnst þessi mjög skemmtileg og þegar maður heyrir þetta þá meikar þetta mikið sens. Svona með að við í gamla dag. Orðið nörd þykir ekki lengur neikvætt.
eins og þótti fyrir árum síðan. Nei, nördin líka, the gamers í dag allir bara einhvern veginn það er hot shit, það er bara gamers Já, basically, ef þú segir eitthvað, hvernig er hann algjör nörd, en þá er það, það er ekki neikvægt. The jocks er ekki lengur the shit, nú er það nerds. Ég er búin að vera proud nerd lengi. Alla mín ævi. Samt síguru en þá í leikjum, en samt a nerd, skilur. Já, nerd, það tengist ekki. Nei, það tengist ekki eins og tölvuleikjum. Það tengist ekki tölvuleikjum en eitt, sko. Þetta er ekkert bara það. Nei. Herðu, hérna er annan sem ég veit að Steindi muni hafa gaman af. The Treadmill, hvernig segir það áttur í íslensku? Stígavél. Já, þannig skíðavél. Skíðavélin eða The Treadmill var hönnuð fyrir 200 árum sem pyntingatæki. Það er bara nákvæmlega sem þetta er, sko. Já, lætir fólk bara Nú borgar fólk fyrir að fara á þetta, sko. Já, við getum stilt tím, við getum sagt ákveð, taka 10 myndir, sko. Það er satt að labba í 2 daga, það voruð eldið þreytt, sko. Ég skilji, þá hefst pynting. Það er svona munurinn. Já, þetta kemur ekki orð. Þetta er ekki hrossakítur. Þú orðar þetta svona. Hefurðu farið á svona græðu, Steindi? Ég veit ekki. Þú séð þetta í bíómyndum og Já, hefur einhvern mann svona, þetta er ekki eitthvað svona, þú ert svo feitur. Hefur þið farið á að skíða þetta? Ég bara held ekki. Skíða vel. Þú heldur í samt einhver svona staði. Já, þú ert að labba. Þú heldur í, með höndunum heldur í eitthvað svona drasl og ert að skíða, slæta fram og tilbaka um löpunum. Það er eins og að skíða gönguskíður. Nei, það er annað. Það er svona, þú ert að labba eins og setja að labba upp stiga alltaf. Já, þú veist, af hverju ætti ég að borga pening fyrir að lappa upp stiga? Fyrst það að vera sniðu fjárfestinga? Nei, ég líður bindur eftir. Já, þú veist, þá myndi ég, ef ég ætla að lappa upp eitthvað, þá myndi ég bara lappa upp á fjall, njóta að vera til. Ég myndi ekki fara að finna einhverja vél og vera að lappa á henni, bara að lappa upp á fjall. Ok, en hefur það labbað upp á fjall? Já, þetta hefur labbað upp á fjall. Mér finnst mjög gaman að labba á fjall. Ég hef aldrei Þú talar um þess að setja alltaf að labba upp á fjall. Nei, ég býð við hliðin á Lágafelli, Ólafsfelli. Ég er alltaf með krakkana að labba upp á fjall. Já, hvað er þetta? Því algengasta lína sem ég heyri frá Ólafsfelli er ekki hóll, sko. Það er ekki fjall samt. Það er ekki fjall. Það er ekkert fjall. Hvað fjall er þetta á Íslandi? Esjan er bara fjall, eina fjallið. Það er ekkert fullt af, það hittir bara hólar eða einhver tengingar við. Ég held að vera að tala um fjall. Já, það er ekkert fjall á Íslandi. Hvað fjall er á Íslandi? Þú byrðir ekki í Danmörku, sko, það eru fjöll á Íslandi. Það er ekki mörg fjöll, það er einhverju jöklar og svo er esjan, þetta er bara hólar yfir þetta, sko. Ok, ég lappi upp á hóla. Ég hef gaman að lappa á hóla. Mannfólkið er eina dýrið sem róðnar. Býtum við. Það er skemmtilegt. Veltaðum, hef ég séð eitthvað til mann Hef ég ekki séð hunda og svona róðna? Fugl, hvernig eftir að sjá það hjá fugl og róðna? Ég hef oft séð það. Þú er aldrei sjá hund róðna. Hæ? Þetta er helviti góð spurning á blöðar þannig. Apar getur nú alveg róðna. Nei. Já, ok. Ég aldrei sé apar róðna, sko, ég oftir í apagarunum. Já, þetta er skriði. Ég aldrei sé það. Mannfólki, erum einu sem róðnum. Líklega rétt. Þessi hérna varst mér líka áhugaður. Ég ætla að spyrja ykkur út í þetta. Mér finnst þetta svolítið háttala. 27% fólks sturta niður eftir að kúkar áður en það skeinir sér. Já, ég gerir það. Það er ekki bara eftir að búa að leggja einn. Þú bara kúkar og sturtar og svo fer á skeinir. Já, bara shit and flush. Já, og þú ætti ekki að sitja bara í kúkafílu. Gerur það alltaf? Já. Þetta er alltaf your specialty, Steindi. Já, ég get alveg Hann er í sem 27%. Já, þú gerir þetta. Þetta er bara, þetta á fólk á að gera það. Alveg kurteis sem myndur segja. Já, sko, sérstaklega ætlar að fara og taka síman með þér og vera heil lengi. Þá náttúrulega átt að gera þetta, sko. Já. En ég meina, svo getur þú líka verið bara very fast pooper. Ég skilu þú gerir þetta til dæmis bara upp í vinnu og svona, en þú ert heima þér. Hraðasti pooper sem ég hef kynst er Orri Hermansson. Það er félagið minn og Kópavogi. Ég hef aldrei á æfuminni séð neður kúka snögt, sko. Er það? Býttu, hvernig? Þið lukkum með það? Nei, ég hef aldrei upplifað annað einn, sko. Mér myndi finnast það. Ég var engaþjólar, sko. Nú er ég alltaf ekki með engaþjólan og ég er bara með fjárþjólan, sko. Hann bara sagði að fara að klósti þar að hæja mér. Og ég var valla búin að klóra mér eitthvað í kinnin og hann komið tilbaka. Svo hvað varst að gera? Hafstu búin að hæja þér? Já, hann sagði, ég er extremely fast pooper. Og ég gleymi aldrei þegar hann sagði þetta. Og hérna Orri Hermansson átt að hlusta. Við vorum sem ennþá með hennar hæfileika. Já, til lukka Orri. Ég er ekki að segja að fólki að vera að hanga þetta inni og vera að fá nálátt og í báða og svona. En þú átt samt ekki að vera svona quick, sko. Þetta er líka bara svona smá, þú bara njóta þess að. Hvað finnst þér sem búin að sitja smá tíma og sem kemur ykkur öskar á og segir ykkur svona Steindi, er langt í þig? Hvernig finnst þér það? Mér finnst það bara dónalegast sem við veitum. Mér finnst það ekkert dónalegna en ykkur er að banka á þig og öskra yfir almenningsklósett og drífa sig. Það er rætt að í blökastinu hvað þið fannst það. Svo er það síðasta styrlastaðurinn dagsins, aðeins 2% af fólki í heiminum er rauðhært.
En 10% í Írlandi. Já. Þannig að Simmi Will og Ásgeir Kolbens eru hluti af 5%. Haldið þessi ekki herri próstæðin á Íslandi? Þegar mér veist ég þekki að fullt af rauðari fólki sko. Já, hann heldur að ná meir en 2%. 2%? En nú er náttúrulega að tala um allan heiminn. 10%. Já, ég ætti líklega rétt hjá Blondale. Þú veist að tala um allan heiminn samt. Þú veist, en ef þú veist að tala um bara ákveðu lönd, þú veist, ég held að ef þú myndir taka bara Evrópu, væri þetta hærri tölfræði. Sko, mitt gisk er bara að þú veit ekki að vera hristaði til að losna þig hver, sko. Ok, hvað segir það? Það væri allir hristar að úti aldrei veikir, sko. Já, ég held ég verðilega bara að vera sammálauglega, lítur Nei, það er sturlu starrinn, það getur losað eins og ég sagði eitthvað svona 100 sinnum, það er ekkert pott þetta að gerist sko. Ég bjóð til 27% fólk sturta niður eftir að kúkar. Nú, það er sjómaði legit 27%, það er ekki, það er alltaf miklu herri prósta. Það er að sjá þetta fyrir. Það var alltaf rosaskiptu dagsins og þetta voru sturlaðar starrindir. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957. Það er hárrétt, það eru Dynout og Loop sem að færa ykkur FM 95 Blu og ég hefur að fara út að borða í kvöld að þá mælum við alltaf með Dynout, tjekka hvað er laust og svo er líka bara hellingur að vera hjá Dynout. Það er þægilegt líka, þú veist ekki hvert þú ætla. Það var bréf og annað, já. Þú veist, þá er gaman líka að henda sem Dynout og getur og sér það alltaf, þá sér alltaf við fram að þið, skilur. Hárrétt ég Líka þurfa aldrei að ringja, sko. Símtöl, ég vonandi að þau dauðast þegar x tíma. Það er ekki að ringja neitt, sko. Það fekk samt svo í töðunum er til dæmis að bóka flug og annað, ég get ekki ringt. Ringir enginn nefnir, sko. Sko, það er alltaf, Ég satna síman, sko. Ég er alltaf notan, ég ringi ykkur, sko. Ég ger ekki annan að ringi. Döðbreið alltaf þegar símir ringir, sko. Það eru 2 menn sem ringja, það er þú og Eyður. Það er svo gaman að hringja. Eyður nennir ekki að pikka því hann Gamli sé svo illa. skólinn. Já, mér finnst ekki leiðilega að pikka og líka málið er það, þú veist að ég bara er með þannig þumla að stundum sendi ég bara eitthvað, ég horfi bara á þetta, ég verðilega bara sendi þetta aftur af því að þetta er alveg óskiljanlegt sko. Það eru báðum afsakanir. Og ef ég sko er að hendin og ég sé bara villu að það er ekki séns ég farið tilbaka og lagið. Nei, mann enni því ekki. Nei. En herðu sko, við erum að running out of time. Það var falla tíma. Já, hlustaði. Já, það er rosalega. Ekki how to do Obos. Ok. Þannig að þetta er gamla góða. Já. Og þegar ég er með nokkar góða, byrju, hvað er ég með það? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, þannig að það er sigurveri. Ég þarf að taka inn að, já ok, ég finn út af því hvað ég tek út á leiðinni. Herðu, ef við ekki bara byrja þetta? Jó, hendum okkur í það. Ok, sumar eru svolítið erfæðir þetta, þannig ég ætla að gefa ykkur vísbendingar. Ok. Ég ætla alveg að gera það. Fyrsta, hún er svolítið skemmtileg. Fattan leið hann sagði það. Ef þú ætlar að fara í steik og raut, þá segir þú basically bara, er það sorið? The underdog Ég ætla er bara að segja komin yfir. Ég ætla bara að segja ykkur viðbjöður. Nei, já, það væri sorið. Já. Sor, það er því steik og raut. Þannig að næst er ég henda ákvæmstrakir, er það sor, þá vitið ég bara. Það ég held að komið the lead, sko. Ég ætla að nota þetta, ég ætla að vera youngblöð. Ég fyrir mjög oft í steik og raut. Getur sagt þetta við þjón? Hvað viltu svo? Já, það væri Sor, mítjur er. Þjóttinn þá var ungur. Ég get lofa ykkur, ef þið segir við þjón, ég er að spója skemmt, það er bara sor. Hann veit hvað átt við. Þetta er bara frasi í dag, sko. Ég ætla að prófa það. Já. Það ekki. Herru, drengir, þessi hérna það er margir sem sendu þessa. Ok. Alveg örgulega yfir 5 manns. Þú veist, ég er ennþá að vinna með listan síðan daginn, sko, ég fekk svo mikið. Herru, þetta er, ég ætla ekki að gefa neina vísbendingar, hvað þýðir frasin Móner? Það er Auðun Blöndal. Morgunbónur. Móner þýðir morgunbóner og það er hárrétt. Auðun Blöndal. Helvítis blöðar. Hárrétt, hefur ég verið með áður það? Nei, Manna ekki. Ég veit það ekki. ég held ekki. Nei, ég skveikt ekki allavega. Nei, Móner. Blöð snöggur, sko. Það er morgunbónerinn og Sæðilegt. já, það er hræðilegt. þetta bara að stytta það. Þú veist ekki sagt, þú veist, er ég með morgun og bara með Móner. Fólk getur alltaf farið á bylgjuna. Nei, það er Ég ætti hann ekki stróft. Það er vel gróft stöf í gangi á bylginu sko bara í guðanabænum haldið ykkur áfram að hlusta á FM. Herru, þá held ég áfram drengir. Þetta er ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Blöð notar þetta mikið og hann notar þetta aðalega þegar hann notar þetta bara þegar hann meinar það. Þetta er bara, þú veist, annars notar hann eitthvað annað sko. Ok. Hvað þýðir frasinn Sul? Og ég held að blöð sér rétti blönd bara til að fá hann hugsa eftir að hann var rosalega snöggur. Hvað sagði, sur? Já, og S-U-R. já, og ég ætla að Sur. vísbendingi var basically þú veist, já, ég get ekki sagt það sko. Nei, hætt voru að þegja. Bara sverðu það, sverðu upp á. Já, hvað? Sul
Er það hvað? S Sverður Er þetta S-U-L? Já, Sverður på Sul lífið þitt Það er ekki Ég er það líka Ég var að finna eitthvað R-ið Ég sula, ég hlusta alltaf á FN9 blöð Ég sula það Sverður på lífið En ég er komin yfir Já, þú segir náttúrulega aldrei í dag Helvítis blöðurinn Þú veist, sverðu upp á líf þitt, ég hlusta alltaf á FN Það er svo langt, ég sula það Ég hlusta alltaf á FN Já, hérna ok, hvað er búin margar? 3 ár, 2 eftir Tvær Það var eftir að stytta allt shit Ok, Egill, ef þú ert ekki með þessa hérna Það var í vesinni þá ert þú bara í vesenni sko Af því að þetta er frasi sem þú bara Þú veist, þú notar ekki þennan frasa En þú veist, þýðingun á þessu Hann að gefa mér Já, og þú ég er veist það líka, þýðingin á þessu Þú notar það svo mikið Það er rosalegt Þessi frasi hefur komið út af þér Takk Sko, Eins gott ég náðu þessu sko þið notið þessa setningu í daglegu lífi Þetta voru að banna blöður rétti pönd Meðan hann er að hugsa Fodn ES Eða FES Sér hvað þetta var spennandi Fólk er að skýta í sig Já, ég ætla að standa upp fyrir síðast Ok, Það er blöðstæðin upp Og ég standa upp líka Ég standa upp líka Ég er ekki alveg blöð Ég er ekki að setja svo hálfviti með hana Blöð stendur upp Ok Basically his specialty já, þið verðið bara að vera á tánum þetta drengi, sko. Hvað þýðir frasinn? Þú varst með sór, sant? Já, og ég ætla að já. segja þetta í setningu Og Ég er svo í vesinni. fylgist ég með höndunum Ég er í vesinni nú Shit, hvað mér langar í kjöls og fröls Það er Auðun Blöndal sem var kjöls og fröls Kjúklingur og franskar Kjúklingur og frans Ok, veitu, ok Shit, hvað mér Sko, langar í kjöls og ég fröls nokkuð vissum að fröls sé franska, sko En hann strögglaði með kjöls, sko Hann sagði kjúkling en Sko, hvað er kjöls? Kjöls? Hörru, svaraðu Já, ég er bara Kjötloka, fólk sem ekki kjötloka franska Það er ekki sjálfgeft það Hætt að spyrja, Ég er svaraðu bara, ég er velta steinum steindi Þú Já, ég- mennir hættu ekki að horfa á hann. Ég er að horfa Ok. bara inn í loft Ég er að horfa inn í gólf, sko Kjöls og fröls Today, Junior Já, shit, hvað mér langar í Þetta er kjöls bara, og fröls þetta er bara burger og franskar Með Þetta er- kokteil Burger og franskar með koktel og það er ekki heldur rétt Þetta var kjöt og franskar eða ekki Nei, þetta er IKEA-frasi í rauninni Þetta eru kjötbollur og franskar Mother balls, ég vann líka Það er ekki margir sem borða þetta er Þetta var kjötbollur aldrei og kallað franskar þetta Þetta var saman ekki kallað að ég var að vinna að það, sko Þetta eru kjöls og fröls og Kjötbollur og franskar Já, Stórmeistara jafntefli Hvað tekur kjötbollur og franskar saman? það er rosalega skrítið kombo þegar þú segir það Já, en ég fíla Ég jafntefli var að sé það eins Það er stórmeistara Já. jafntefni í dag í Hátu í Dúfell og Og Kids það er komið að lokum hér í FM 95 blöð Við þökkum kella fyrir hlustunina hér í dag Og Tíminn bara flaug. eigi góð helgi Já, hún er 1 mínútu í 6 Það vantar 1 mínútu í það er 6 rosalegt. Við bara, er þetta ekki bara blökastið á þriðudaginn Og svo Jó. verðum við Eurovision þátt næsta fösta Herðu, það Já, var sko, kannski ég er með King of Eurovision Herðu, Næsta víst að þú föst. ert með Eurovision algjörlega hana Hvernig hvenær keppum við í riðlunum? 15 Á 50 Það er 3.5, þú erum með setna Ok, þannig á föstudaginn, þá vitum við náttúrulega þurfum að heyra í Hjöppa, hann er komin út, Já. þannig að við heyrum í honum á Á föstudaginn föst vitum við bara ákvæmlega að við séum komin í the final eða ekki En eða máli, við Íslandingar ætlum að stiðja að finna En svo óleiklega vilt til að Ísland fari ekki áfram En þá er þetta bara Ísland og Finnar Já, Og talandum að styðja, þá styðjum við Tindastól á morgun á Hlíðarenda Áfram stólar ég ætla að vera með máva Ég var með máva rétti líka Já, það er bara seint núna, herru, takk Ó, fyrir daginn, við heyrumst á þriðudaginn eða bara eftir nákvæmlega viku